Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem auðvitað venju samkvæmt alltaf til hægri. Bjarni Benediktsson eldri var einn áhrifamesti stjórnmálamaður Íslands á 20. öld. Hann var lögfræðingur, prófessor og borgarstjóri Reykjavík áður en hann tók sæti á Alþingi og varð síðar ráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra. Bjarni var skarpgreindur og rökfastur stjórnmálamaður, ákveðinn í skoðunum og lagði ríka áherslu á frelsi einstaklingsins, lýðræði, sjálfstæði þjóðarinnar og trausta stjórnsýslu. Hann lék lykilhlutverk þegar að lýðveldið var stofnað árið 1944 og áhrif hans voru sérstaklega mikil í utanríkis- og öryggismálum. Bjarni var alla tíð sannfærður að sjálfstæði og öryggi fámennara þjóðar yrði best tryggt með virkri þátttöku í samstarfi vestrænna lýðræðisríkja. Sem utanríkisráðherra gegndi hann lykilhlutverki þegar Ísland varð eitt af 12 stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins NATO. Hann var einn helsti málsvari varnarsamstarfsins við Bandaríkin og þessi stefna sem Bjarni Benediktsson átti öðrum fremur þátt í að móta enn í dag meginstoð íslenskar utanríkis- og öryggisstefnu. En Bjarni hafði ekki síður áhrif á efnahagsstefnu landsins. Í viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, fyrst sem ráðherra og frá 1963 sem forsætisráðherra, tók hann þátt í að móta stefnu og hrinda í framkvæmd stefnu sem miðaði því að opna íslenskt efnahagslíf og færa það frá hafta- og skömmtunarkerfi. Gjaldeyris, innflutnings- og viðskiptahöft voru losuð, markaðsöflum við gefið aukið svigrúm og viðskipti við önnur ríki efld. Markmiðið var að íslenskt atvinnulíf gæti staðið á eigin fótum í opnara alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Í huga Bjarna var það alveg skýrt að þjóðlegt sjálfstæði og alþjóðlegt samstarf eigi góða samleið. Hann leit ekki á þetta tvennt sem andstæður. Þvert á móti taldi hann að Ísland tryggði best sjálfstæði sitt sem hann unni mest með því að standa traustum fótum efnahagslega, taka virkan þátt í samstarfi lýðræðisþjóða og rækta viðskipti við umheiminn. Sú hugsun varð einn af hornsteinum stefnu Sjálfstæðisflokksins og hefur æ síðan sett sterkan svip á þróun íslensks samfélags á síðari hluta 20. aldar og byrjun þessarar aldar. Á ársamali lýðveldisins 17. júní 1945 flutti Bjarni ræðu sem ég held að eigi erindi við okkur í dag ekki síður en fyrir 81 ári. Stjórnmálamenn samtímans gætu mikið lært en ekki síður við öll sem með einum með öðrum hætti tökum þátt í opinberri umræðu, hvort heldur það með blaðaskrifum, í kommentakerfum netmiðla eða jafnvel sleggjudómum á samfélagsmiðlum. Og þessi ræða var lítillega stytt en birt í greinasafni og ræðusafni sem gefið var út í 3 bindum og heitir Land og lýðveldi og þetta í öðru hefti þessa ritgerðasafns sem að ég hvet alla til að kynna sér. Yfirskriftin baráttu aðferðir í stjórnmáladeilum. Bjarni sagði: engin þjóð hefur meiri þörf hagnýtingar allara sinna krafta heldur ég. Einsdæmi að svo fámenn þjóð sem við Íslendingar reyni að halda uppi eigin ríki í jafn viðfemur landi og erfiðu sem Ísland er. Ef svo tilraun heppnast, sem við örugglega trúum og treystum, þá það líkara fögru ævintýri en sannri sögu.
Ævintýri getur þó því aðeins ræst að vér látum enga orku fara til spillis, heldur samræmi við alla vora krafta til að ná settu marki. Þetta ætti að vera þeim mun hægara sem engin þjóð hefur minni ástæðu til sundurþykju en Íslendingar. Allir erum vér brotnir af sama bergi. Með oss hefur aldrei þróast slíkur varanlegur stéttamunur að hann megnaði að kljúfa þjóðinni í sundurleita ósættanlega hópa. Enda voru lífskjörin hvergi jafnari né efnahagsmunurinn minni. Engum það heldur meira geð en oss að hlýða í blindni fyrirmælum annara manna, jafnvel þótt yfirboðarar séu kallaðir. Vísvitandi munum vér og seint feta í fótspor þeirra sem svipt hafa sjálfa sér réttinum til gagnrýni eða möguleikanum til að láta í ljós skoðanir sínar. Og fáir eru oss síður hneigðir til að sækja nokkurt mál út í ystu æsar, né eru því andvígari að níðsjá mönnum eða sá máttarmeiri láti kné fylgja kviði. Með öðrum orðum, þá oss í blóð borinn andi frelsis, jafnréttis og lýðræðis. Þrátt fyrir þetta sameiginlega eðli vor allra, þá tungutak vort oft slíkt að ætla mætti að innræti vort væri með allt öðrum hætti. Í voru daglega þrasi fyrir oft svo að oss láðist að játa öðrum sama frelsi og vér heimtum oss sjálfum til handa. Þá glemum vér því eðli lýðræðisins að virða skoðanir hvers annars. Lýðræði fær ekki staðist nema viðurkennt sé að sjónarmiðin séu mörg og skoðanirnir þar að leiðandi ólíkar. Í stað þess að hafa þetta í huga og hegða oss samkvæmt því, þá högum við að minnstakosti orðum vorum oft svo sem óhugsandi væri að nokkur maður hefði aðra skoðun en vér sjálfir nema annarkvort af illum hvötum eða einberri fólsku. Þeir eru allt of margir, ekki síst á opinberu vettvangi, sem hafa tamið sér það að tala svo andstæðinga sína sem þeir væru samblönduð hjörð fábjána og misindismanna. Og venjulega verða lýsingarnar og andstæðingum þeimun heftuglegri sem ljóst að meiri hluti þjóðarinnar hefur fest meiri trúnað við þann sem á deilt. Það að vísu mannlegt að mönnum mislíki við þann sem á annarri skoðun. Og sjálfsagt meina þeir ekki nema lítið af öllum þeim stórirðum sem þeir láta fjúka hver mannan. Engu að síður, þá sú dómharka sem svo mjög tíðkast í opinberum umræðum hér á landi marga hluta hættuleg. Ef til vill það aukaatriði, en þó ekki alveg einskisvert að með slíku hátterni grafa stjórnmálamennirnir smám saman á víxl en þó sameiginlega undan stöðu sinni í vitund almennings. Það erfitt að taka þátt í opinberum málum á Íslandi til lengdar án þess að verulegur hluti þjóðarinnar trúi því hvern og einn og þó ekki allir hinir sömu þann sama að hann sé annarkvort óþokki eða honum sé verulega áfátt almenna greind. Samhliða þessu þá hlýtur og meðan svo fer fram freistingin til að taka þátt í stjórnmálum stórum að fara minnkandi fyrir alla þá sem sæmilega vandir að virðingu sinni. En hverra meiri þörf til opinberra starfa en þeirra sem ekki láta sig einu gilda þó öllum þeirra verkum sé snúið upp í æðruleysi og óþokkaskap. Þá verður ekki það villst að slík baráttu aðferð átakanlegt vitni þröngsýni og víðsýni skorts. Hún merki sjálfsbirtings hrokans sem telur sig einan vita allt, þykir sjálfum sér nógur og upp yfir það hafin að læra af öðrum. Og hún ekki merki slíkt hugafar hjá stjórnmálamönnum einum.
heldur og þess að almenningur ekki nógu fráhverfur þeim skaðræðis anda. Ef almenningur vill ekki kaupa vöru kaupmannsins, þá kaupmaðurinn annarkvort að skipta vörur eða loka búðinni áður langt líður. Á sama hátt fer í stjórnmálum. Leið og almenningur sýnir að hjá honum ekki markaður fyrir rætni og illgirni, þá verða þeir stjórnmálaleiðtogar sem þá vöru hafa helst á boðstólum annarkvort að loka stjórnmálabúðum sínum eða hefja verslun með annan skaplegri varning. Hættulegast eru samt hinn mannspillandi áhrif slíkra vinnubragða. Í fyrstu byrja sumir sjálfsagt þennan leik í hálfkæringi og alvöruleysi, enda það auðveldast aðferðin í deilum alvarleg mál að svara með getsökum og aðdróttum. Áður varir eru svo þeir sem slíkt hafa hönd farnir að trúa sjálfum sér og verða þar með þröngsýnni með hverri stund sem líður. Og verra en það, sá sem trúir því að andstæðingi sínum gangi illt eitt til og hann kjósi fremur rangt en rétt, lendur áður en varir í þeirri hættu að hverfa frá baráttu aðferðum lýðræðisins. Það býsna almenn trú að illt skuli með illu útreka. Ef menn telja því við óþekka eina að eiga, þá viðbúið að ekki verði þokkabrögðum einum beitt til að koma þeim fyrir kattarnir. Íslensku lýðræði stafar því ekki meiri hætta af öðru en þeim illindum og óhróðri sem svo gætir í stjórnmálum þjóðarinnar. Þeirri viðleitni sem reynir að sundra og skapa fjandskap milli þeirra sem eiga allt undir því að sameining og vinátta takist þeirra á milli. Og því skulum við minnast að þó þröngsýni sé að neita að sjónarmiðin séu mörg og skoðanir hljóta vera ólíkar, þá sú víðsýnin mest að kunna rata henn gullna meðalveg svo að sem flestir megi vel við una. Á þessum fyrsta afmælisdegi lýðveldisins getum við eigi gefið fósturjörð vorri betri gjöf en þá að leggja oss alla fram að leita fremur að því sem sameinar íslenska þjóð en sundrar henni, svo að allir kraftar hennar megi nýtast öldnum og óbornum til eilífðar blessunar. Svo mörg voru þessi orð Bjarna heitins Benediktssonar, blessuð sé minning hans. En mikið væri gott ef að við öll sameiginlega tækjum til okkar það sem að Bjarni sagði 17. júní 1945 þegar lýðveldið var eins árs. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.